FM95 Blöður hafi göngu sína á föstudegi og tveir harðir sitja í stúdíónu. Já. Það byrjaði að bjóða þig velkominn Egill Einarsson. Já, blessaður, hvernig ertu? Herðu, ég gæti ekki verið betri, það er reynskilin. Það er bara þannig. Já, þessi rigning hefur 0 áhrif á mig. Ég er í fantaskapi, föstudagur og bara í fíling, að þú? Já, rigningin sökkar, en samt ekki að koma mér í vonskap. Nei. Það tekst það ekki. Nei. Og það er flöskudagur. Já, flöskudagur í dag. Hörðu, akkur fötuðu við ekki búið nafnið flippaður föstudagur? Já, það var á FM einhvern tímann. Það er á magasínu með flippaða föstudagur. Já, ok. Akkur við ekki með það? Við getum ekki fara að stela því að þeim. Við ekki hana. Við erum bara með grjótharðan föstudag. Já, grjótharðan flöskudag. Já, grjótharðan flöskudag. Heldur að fólk sé að það er að hella í sig hérna í kvöld? Kvöld á morgun. Ég bara þekki það ekki, Egill. Sko, hörðu, við erum að fara að gefa flöskuborð í dag. Já, það er þetta rétt. The Cold Father, the man of many colbs. The man of many colbs, the píramídagurinn. Hann sendi bara skilabóð. Hörðu, hérna, Kolbeinn í góða skapi. Það ætla að gefa flöskuborð. Fíla. Ég vilja fá Kolbarinn í spjall. Það er verið að ljúga ykkur upp á hann. Ég veit það. Já, ég veit það. Það er ljúga kúk upp á hann, sko. Já. Og málið er að hérna, við fáum Kolbeinn til okkur fljótlega. Málið er, herri, hann er ekki að gefa geisladeysi hvort á 1500 kall, sko. Hann er að gefa flöskuborð. Flaskan er á, þetta er á 30 kall. Þetta er flaska og bland og... Já, spáðu bara, þú ert að rölda kannski, þú ert búin að vinna flöskuborð FM, bara, hey, vil ég kíkja inn á austur? Gera hvað? Þú veist, ég splæsi. Þá ertu bara með þín eigin flösku þetta. Bara maðurinn. Verður ekkert harðara. Maðurinn. Við Egill erum með frábæra þáttandekur í dag, kæru hlustendur og já, þegar ég segi frábæra þá meina ég, já, bara meira á þetta þá. Chubby Little Swiss Boy kemur til okkar. Chubby Little Swiss Tard, Video Game Boy. Lover Boy. Já, hann kemur. Já, hann kemur. Ég óska lag í dag. Já, þú fegst að ráða hvaða lag hann tekur. Yes. Hvaða lag er það? My Heart Will Go On með Celine Dion. My Heart Will Go On með Celine Dion? Yep. Það er óska lagið þetta. Og akkur horfður á mig sem ég sé eitthvað að mér? Ekki, nei, ég bara held að það er eitthvað annar lag þegar ég frétta þú, ég held að það er Pitbull eitthvað, ég er mjög ánægð með þig. Já, ég er mikill Celine Dion maður. Já, hann er balluðu maður, hann Svessi. Þannig að hann ætti bara að létt með þetta. Hann er ekki nógu harður fyrir Pitbull og svona grjótari. Hann er vagina boy, hann þarf að henda á hann eitthvað svona... Já, við þurfum að leiða honum að leika sér svolítið með þessa balluður. Já, og líka My Heart Will Go On er stórkostlegt lag. Það er svolítið. Hefur séð Titanic eða? Já, Titanic, hver hefur ekki séð hana? Þessi einhverju tveir eða eitthvað? Já, það hafa allir... Táraðarstu? Nei, ég vissi hvað það myndi enda. Og hann kemur á tegur lagi, verður, Celine Dion, það er reyndar, veistu hvað pappi minn kallaði hann einu sinni? Nei. Kom heim sko, það sem að gaman sketa, reyndar er hún frönsk að ég held, þannig að þetta er svo sem ekki bandarist nafn, en pappi bjóði í Bandaríkjunum í 2 ár, út frá ég var á Mallorca þegar ég var 16, þá bjóði ég á Sauðárkróki og hann var að taka saman allt dóti í pókunum og öskra hann inn í herbygginu mínu og þá var ég með Celine Dion disk sem ég keypti handa Davíð Rúnars félagi mínum, hann var að fara að gefa það kæristinn sem hann í afmælisgjöf og hann öskraði svona með Öddi! Ert þú með hennar Klein Dine disk hérna? Klein Dine? Klein Dine og Celine Dion hefur alltaf verið kallið Klein Dine í mínum vinnahóp eftir þetta. Þannig að My Heart Will Go On með Klein Dine og Chubby Little Swiss Tard og eftir. Það er hér á eftir, við erum með stöðulega staðrindar á sínum stað. Svo ætlum við að fara yfir jarðskjálftan og það sem við Egill ætlum að gera er við ætlum að hringja í fórnarlönd. Og eins og margir hafa orðið varfið, Sauðsvartur almúinn hefur orðið varfið að þá urðu frægir varir við, jarðskjálftan líka. Frægir töpuðu sér. Þetta eru einhverja skrýtnustu fréttir sem ég sé. Bæði D.V.A.F. og Vísir að fjalla það að frægir hafi orðið fundi fyrir jarðskjálftanum. Við ætlum að fara svolítið yfir það hér eftir. Og Valtarinn kemur og fer yfir Deadline Day í boltanum. King Walt kemur hérna. Hann er að koma hérna og það segja frá Deadline Day. Við þurfum að passa okkur einu áðun að þegar við fáum Valtarinn, og hann er sérfræðingur ekki bara fótbolta, heldur bara lífið. Já. Að við förum ekki frá Deadline Day yfir í spjallum ástina og eitthvað þannig út af því að The Walt Machine alltaf er... Ertu að vara með við því? Haga þú þig bara eins og maður? Hæ? Ég veit alveg hvað ég er að gera hérna í stúdíun. Þú ert ekkert að tala... Þetta er eitthvað sem þú ert bara að hugsa sjálfur. Bara að minna okkur báða á þetta. Já, ok. Þú veist, bara höldum okkur við Deadline Day. Já, og svo ert þú með $1 million idea sem þú ætlar að kynna fyrir mér og hlustendum eftir. $1 billion idea. Það er ekkert. Ég veit hvað hlustendur hugsa, ok, get ég fengið a piece of their action? Já. Nei, út af því að I own the $1 billion idea. Ok, við fáum að heyra á eftir hvað það er. Já. Já, svo ætla tveir harðir að leysa vandan. Við erum með lagið á leiðinni heim og svo er það nýr dagskrárliður á föstudögum sem við kjósum að kalla Rikka G-lagið. Ricky the G-Man. Ricky the G-Man og þegar Rikki G kemur í stúdíu þá eftir að taka við okkur þá spilum við þetta lag fyrir hann og við ætlum alltaf að gera þetta á föstudögum þá syngjum við, nýtt lag. Það verður mjög ánægð með okkur held ég. Heyrðu, það tók bara 5 mínútur að fara yfir hvað er í þættinum því að það er alltaf að gerast. Við náum þess aldrei. Veistu það, ég er með góða tilfinningu að bæði þátturinn og kvöldið í kvöld verið gott. Það er þannig.
Vá, þetta var vel gert. Þetta er ekki fyrsti dagur minn í útvarpi. Já, þetta er ótrúlegur. Já, þetta er svona. Þetta er fáum Black Eyed Peas. Kvöldi verði gott í kvöld. Þið að hlusta hér á 2 harða. Þetta er 9-5. 2 harðir? Já. Það segir maður í German. 2 grjótharðir og já, eins og kom inn áðan hellingur að vera hérna hjá okkur í dag. Jarðskjálftavaktinn, Tjöbrils Westboy og fleira. Það er eins og komið að slúðri, eins og alltaf á þessum tíma dags. Þetta er eitthvað good shit slúður eða? Ég er með ágætt spakkandaðir. Ok, bring it. Já, hann er alveg þéttur. Ég ætla að byrja hérna, ég tók þetta slúður eða bara fyrir þig Egill, því að þú mistið það einhvern mann út að þú verður aðdáandi þessara þátta. Ok. The Jersey Shore. Já, þvílík veistla sem það er. Það gat verið að þú fílir svona hjólísa þætti. Það er bara veistla. Þeir eru að hætta. Nei. Jó, eftir 6 seríur verður síðasti þátturinn sýndur núna 4. október. God damn it. Og já, þeir sem eru í þessum þáttum Snooki og Polly og Sammy og Dina og Winnie. Ekki gleyma Mike the Situation. Já, hann reyndar að twitta ekkert þetta en þau eru öll voða sorgmætt og þakka öllum fyrir að horfa og it's been a hell of a ride og eitthvað svona. Ég öfunda ég að eigast að þætti eftir. Ég öfunda þig. Fyrir mig að eigast að þætti, ég mun aldrei horfa á það. Af hverju ekki? Bara að því mér langar það ekki Egill. Veistu hvað er gaman að horfa á þetta? Bara þetta er svona allir að rífast og allir fullir og eitthvað, þetta er bara viðbjöður. Engan okkur, sko. Og já, þetta er líka það sem mér finnst að fyndi hérna. Það er svo þessi Sammy hérna, hver er það? Sammy Sweetheart, kallar hún sig. Já. Hún er mikil drama queen. Já, það er svo fyndi. Hún situr hérna. It's been one hell of a ride, but this is just the beginning. Já, hún eignaðist boyfriend. Þú veist að kveðja þarna, það er staðfest. Hún eignaðist kærasta í þannig húsinu, sko. Þetta var bara einhverju 8 manns hent saman í hús, 4 stelpur, 4 strákar, þekkjast ekki neitt, sem verður bara að horfa á þessa veistlu. Þetta er svo mikil. Hver er Polly? Það er Polly D, það er DJ, það er toppmaður, alltaf eina sem hann sagði í fyrsta þættunum, eina skiptumáli er eiga nú að geli. Hann er bara með fulla íbúa geli. Hata hann strax. Nei, bara eina sem þú þarft er eiga nú að geli. Hvað, þá bara fitta ég ekkert inn í hans líf? Nei, málega þeir eru allir í top physical shape, þeir eru mjög duglega að fara ræktina. Þeir tana mjög mikið, þeir eru kaffir. Það er komið svo 0 óvart þegar þú sagðist fílast þetta. En veist hvað hann segir? Hann segir að fólk hafi ekki, you ain't seen nothing yet. Það er big things to come hjá honum. Einmitt. Hvað veist, hver hefur verið í svona raunveruleika þætti og verið með þessi yfirlýsingu. Þetta er eins og bara allir sem að kveðja American Idol, sem eru svona þættir sem ég fylgist með. Skammast mín ekkert fyrir það. Það kom alltaf allir þegar þeir eru að kveðja, kannski er enda í 7. sæti, 8. sæti. Allt niður í sig. Já, bara, veist, maður fílar þau alveg þegar þau eru í þættinum. Og er að kveðja, maður er alveg bara að segja, já, hún var góð, eða þessi var góður maður, og leiðast hann sé að fara. Og þá kom allir alltaf, já, þeir eru sko ekki búin að sjá það síðast af, þú veist, Janie Tomlinson. Og svo bara, ok, hvað varð þig? Sko, Polly D, ég get eiginlega lofa þér í að hann fær þátt. Ég get lofa hann bara þátt. Já, eitthvað svona eins þátt. Hann er með viðkunnalegur og hérna, hann fær þátt á í eða einhverju þannig stöð. 100%. Ok, maður halda fram. Já. Næsta slúður talandi American Idol. Eins og ég var að áðan að þá hefur Randy Jackson tekið það ákvörðun að hann ætlar að hætta í Idolinu líka. Þá er enginn að horfa. Þetta eru hörmulega fréttir. Og það vantar Randy Jackson, það vantar Simon Cowell. Hver var þetta inn? Það er sko, Steven Tyler, náttúrulega Simon Cowell var ekki í síðustu 2 ár. Nei, ég veit það, en það sé sökkaði líka. Já, en Steven Tyler var samt góður. Ég fílaði það. Já, hann var góður, en samt, þú veist, Simon er, þú veist, þú býður eftir að hann segja eitthvað. Já, ég er sammálið. Nú er Steven Tyler hættur, Jennifer Lopez er hætt og nú Randy Jackson og eina sem er búin að committa sig í næstu seríu, það er Mariah Carey. Já, frábært. Já, mér finnst þetta ömulega fréttir, en Randy Jackson ætlar eins og er að leiðbeina keppendum, þannig að hann er ekki alveg búin að kveðja þáttina, hann ætlar að kveðja dómarasætið. Randy Jackson? Já. Hey, what up, dog? Þú hittir hann einu sinni? Já. Randy Jackson? Hitt hann í New York einu sinni. Og þið höfðu það long talk, eða? Nei, það var ekki langt. Ég sagði, wow, Randy Jackson, huge fan. You guys doing all right? Búið. Þetta eru bestu spjöllin, sko. Já, bara svo. Nei, það þarf ekki að vera lengra þetta. Svo ætla ég að enda slúrið á Robbie Williams. En, já, hann var í opinskáða viðtala á dögunum og sér þessa myndin á hann. Það sem hann var að lýsa yfir að hann var orðinn þunglindur og feitur, segir það, hann er búinn að taka sér svona góð, hvað ætlaði að segja, 30 kíló farið sér þess að. Hann er líka bara í fótbolta og... En hann sagði að hann var orðinn tæpur að verða geðveikur á tímabili. Hann var orðinn obsessed á geimverum og UFOs, eða svona fljúgandi furðulhlutum, og hafði bara engan áhuga á tónlist né lífinu, en segist vera á allt annari hillu í dag og nú blasir bara við honum hamingja og... Af hverju verða celebrity geðveik? Nú útskýrðu það fyrir mig. Af því að fá allt upp í hendurnar.
og allt sem við vilja. Og þarftu bara að vera geðveikur, eða? Já, þetta bara, þú veist, mikill vill meira og svo bara færðu leið á þessu og fara leið á hinu og skilur ekki okkur ekki hamingjusamur. Men eins og Tom Cruise, ég a huge fan. Þú veist, Top Gun, you just entered the fucking danger zone. Þú veist, besta mynd í heimi, nánast. Hann fyrir, veist, sófan hjá Óperu og hoppar í honum og... Hann var nú ekki þunglindur þar, hann var bara hamingjusamur. Já, ég veit, veist, já, ég sem þunglindur. Ég tala bara, það mennum vera eitthvað geðvik. Og setti, segðu þú ert ljósamaður og vinnur með Tom Cruise á mynd og horfir í augun á honum bara þennan að labba frá hjólisinn sinni inn á set og horfir í augun á honum, you're fucking fired. Þú mátt ekki horfir í augun á honum. Mátt ekki horfir í augun á Tom Cruise? Nei. Já, ok, wow. Og ég meina auðvitað verðist þið menn bíla, þú sér nú bara hvernig þú verður á að lappin á B5, þú trublast. Já, Russell Crowe er eitthvað syngjandi fyrir einhverja álvæðinu fram með einhverja steina og ég veit ekki hvað að gera þetta. Ég er eitthvað að heyrða því. Já, hvað? Hann var að syngja fyrir álva. Já, og þetta var fyrir tökur og hann var ekki að grínast. Nei. Við höfum ekki segja neitt því að það má ekki ræða hvað gerist þarna. Nei. Því líka rugli maður. Já, þetta lið það hálfbílast, ég er alveg sammála þegar þú segir það. Já, ég skil það ekki. En hér er nú einn drengur, það kemur nú ekkert óvart að hann myndi trublast 18 ára og er að gefa kærastum sínum hús og fær allt sem hann vill. Þessi verður komin í, hann verður svona ángríns. Þú mátt ekki horfa í augun á hann eftir svona 2-3 ár. Horfa í augun, þú mátt bara ekki verið saman á fylki og hann held ég eftir 10 ár. Á föstudegi, greinandi rigning, öllum drullu sama. Bara kósi. Flöskudagur eins og Egill kallar þetta. Flöskudagur. Já, og það er komið að áðurförum, við erum að fara í jarðskjálftavaktina, við ætlum að heyra hérna í nokkrum Íslendingum eftir örskamma stund Hvernig þeim líður? Já, hvernig þeim líður eftir jarðskjálftan, því að það eru búið að vera svona nett kjánalega fréttir bæðin á Vísi og TV svona að frægt fólk hafi fundið fyrir jarðskjálftanum eins og hinir. Þið langaði ekkert að twitta út af jarðskjálftanum? Nei, þetta er, ég var góður sko. Varstu feskur? Já, feskur. Þannig að við ætlum að fara yfir það hér á eftir fræga Íslendinga og jarðskjálftan því að við hringdum í nokkra og spurðum hvernig er höfða og að hafa það og fjölskyldan annað. En það er eins og komið að dagskrárlið sem ég kýs að kalla Sturla staðreyndir. Ertu tilbúin? Já, ég elska það. I love it. Insane fact. Ring it. Já, ég ætla að byrja á fyrstu hér og það er, þú getur drepið með því að drekka yfir 100 kaffibolla á undir 4 tímum. Sturlu staðreind. Ok, þetta er samt ekki svona. Ég hef tippað á þetta sjálfur, sko. Já, þannig þið veist þetta ekkert sturlu. Já, ég er ekkert í sjokki hérna, sko. Nei. 100 kaffibolla 4 tímum. Já. Þetta var helviti mín kaffivíkill til að fara í það. Já, ég hef alveg séð, þú veist, pappa mér vel stressað að negli sér 10, sko. Þá það bara 90 eftir. Og þá er hann döður. Já, ég reyndar aldrei sér pappa taka það fleiri. Nei, hvað eru menn fyrir, hefur ekki séð þegar menn eru svona stressaður eitthvað, hvað er að hjóla í 7 bolla? Menn er að hjóla mörgum niður, sko. Þarna eru bara að vara menn við, þessar kaffifíkla þarna úti, ekki fara í 100 á 4 tímum. Nei, ekki undir 4. Mögulega björguðu mannslífið þarna. Vonandi. Svo er það næsta. Það er meira áfengi í munnskóli en víni. Sturlu staðreind. Þú lífið því? Nei, þetta er Sturlu staðreind, Egill. Greinilega, nú ertu hissa. Nú, ég veit ekki það. Getið ég bara fara út í búð, keypt munnskól og hellt í mig og hrunið í það? Ég ætla að vona ég sé ekki að gefa einhverjum hérna úti hugmyndir. Já, betur því. Hvað heldur Gubbir ekki bara, hefur tekið munnskól? Já, það er viðbjóður. Já, og þá ertu með þess að færða að spýta því út. Hvað heldur þú getið drukkið bara, hvað heldur þú bara að blanda þetta út í appelsínu saman? Nei, menn það verður vilkir að langar að hella það upp, sko. Þú verður ekki með alkohól. Þú veist, það átt ekki bjór og... Farðu þá frekar út að hlaupa, sko. Þetta er ógeðslegt. Maður er ekki fullur af því, sko. Það er svo hérna, ég get ekki lesið þessa tölu. En ég ætla að reyna, ég ætla bara að segja frá öllum nullunum, ok? Það eru, ok, það kemur 170, það eru 170, svo kemur 0, 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 0. Þetta er mjög þreytt þessi 0. Já, 24-0, ég var búin að telja það. Leiðir til að spila fyrstu 10 opnunarleikina í skák. Spáðu því þessum maður. Hvernig getur það verið? Það eru nokkri kallar maður. Gáðar eru þessi gauðra sem eru upp á sitt besta hana maður. Ég held að ég ekki ská svona mestarlega 5-6 múl. Nei, þú veit nú ekki svona, ekki spilaði heimskan. Þú var alveg, svona ég hefði giskað á nokkur, já, maður hefði kannski sagt 1.000.000, þannig erum við að tala einhverja trilljara. Það getur bara ekki verið. Þessi tala ekki til sem ég var að lesa þetta. Það meikar ekki sens. Litlu peðin fara bara einn áfram og hesturinn hoppar hann og þú áfram einn vinstri og það getur ekki farið. Það meikar bara ekki sens. Jú, þetta er Sturlu staðreind. Ég sætti með þetta. Já. Svo er það næsta sem ég er ekki sammála en engu að síðu Sturlu staðreind og hann að byrja að virða. Súkkulaði hjálpar að minnka þyngu. Kannast þau við það?
þetta var ekki rétt. Nei, ég hef ekki haldið það. Af hverju, veistu, af hverju? Ég veit ekki, mann líður bara verið þetta súkulega. Já, veistu líka, þú þarft vatn út þunnur, sko, ekki súkulega, sko. Nei, það er, veist það, ég er með alveg ágætis reynslu þegar það kemur að þingu, það er ekkert sem bjargar henni. Það er bara eina sem þú getur gert að sleppa að drekka. Einu sem dissarum að vera, Já, einu sem þú ert að gera að sleppa að drekka. Ok, hvað er besta, hvað gerir þú best, þú vaknar, bara vakna, ok, ég myndi það, sunnundagur, þú varst að vakna, það langar að drepa þig. Þú bara liggur í fósturstellingunni, nakinn, með þumalinn upp í munnunum að þú bara svona, nú drepjum mig, Ég var aldrei svona þunnur einn, hvað heldur ég verið bara þunglindur? Já, ok, segjum bara að setja alveg vel þunnur. Hvað er, what's the trick? Besta meðalið? Já. Koma sér út úr íbúðinni. Bara út? Skána strax við það, já. Bara fara bara í göngutúr? Nei, ekki göngutúr, bara... Ekki göngutúr, bara fara að hitta eitthvað, gera eitthvað. Já, bara ekki vera inni? Ekki pantaði pítsu heim til, farðu frekar á einhvern stað og jætt hana þar, fáðu frískt loft. Já, ok. En ég ætla alltaf ára með Sturla, þetta er ekki eitthvað þinguhot, sko. Þetta eru Sturlaða staðreyndir. Svo er það næsta. Nöfn sem að létt er að bera fram, komaði lengra í lífinu. Það er ekki gott frá okkur. Nei. Egill og Auðun, til dæmis að við erum erlendis, Egil og Auðun. Við getum bara tekið okkur ný nöfn um erlendis, sko. Já, Ári, ég sé alltaf Ári. En ég meina hvaða íslensku nöfn eru mjög astnaleg og erfitt að vera fram. Þekkir einhvern sem... Þorkell, Máni. Já, hann er með allt niður þessi, sko. Nei, það er flóki og áherslu með Þorkell er ekki létt. Hrafnkell, Auðun er ekki þægilegt. Það er bara eins og Jón er mjög létt. Ari, mjög létt. Já, þessi menn á langt í lífunu. Það er náttúrulega að tala samt í Bandaríkjunum, svona létt bandarískunum. Svo er það næsta, það seljast yfir milljón, nei já, þetta var það er hérna já. 46% kvenna sögðust freka taka 8 tíma fullkominn svefn fram yfir gott kynlíf. Sturlu staðreynd. 46%? Já, næsti bara önnur hluta. Minnir hluta þannig. En það eru örugglega fyrir margar konur sem eru kannski veist í erfiðri vinnu og með 2 börn og eitthvað þá heilla meira að ná bara góðum 8 tíma svefn heldur en að fara að hossast eitthvað með gamla, sko. Já, gamli verður þreyttur fljótt, ég lofa því. Svo er það næsta. Hugh Hefner misti sveindóminn 22 ára. Sturlu staðreynd. Í alvörunni? Hann er endar að bæta vel upp í það í dag, sko. Já. Hvað er hann gamall í dag? 300 ára? Já. Hann átt að 17 kæri eftir, sko. Hann er að vera 90 ára, held ég. Svo er það næsta, það eru 2 eftir, Sturlu staðreynd, sumo-kappar éta yfir 22.000 kaloríur á dag. Já, 22.000 kaloríur, vá, hvað er þetta með að koma? Já, það tók við bara 5-6 mínútur að koma. Já, 22.000 kaloríur. Já, ég er í 2200, þeir eru í 22.000. Já. Sér líka, ég er líka a lean mean machine, menn þeir eru... Þú ert ekki sumo-kappi? Nei. En þú veist að sumo-kappar í Japan eru the shit. Já, og þar eru þeir kyntákn. Af hverju eru þeir the shit? Af því að þeir eru sumo-kappar. En af hverju er samt ekki, þú veist, þú ert bara þú veist, sem er bara... Það er bara Kim Jong-mi eða eitthvað. Ok, sorry. Hvað heldur að heita eitthvað svona? Dang eitthvað. Þú eru pottið. Ok. Og þú bara vinnur ykkur leikvangabúðu eða eitthvað. Já. Og þú ert ekki sumo-glímukappi, en þetta eru hetjur þarna. Af hverju ertu ekki að gera það spikfeitin? Allir asvíbúður á grannir, sko. Hvern og einasti. Já, asvíbúður halda sér góðu fólk. Já, þetta eru hetjur. Af hverju þá engin annar að... Það er greinlega erfitt. Þú ert að éta 22.000 kaloríur á dag og þetta er bara einbeiting. Það er alltaf fræðulega 22.000 kaloríur á dag. Það erstu til í síðustu? Já. Þetta er sérstaklega fyrir því. Ég vissi að þú myndir hafa gaman þessari og ég get lofa þér að þú myndir reyna þetta. Fengið. Þú getur sagt Hong Kong án þess að hreyfa varirnar. Í alvörunni? Hong Kong. Þetta er ótrúlega. Hong Kong. Hong Kong. Hreyfir ekki varirnar. Hong Kong. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Og já, hér rétt handan við hornið erum við að fara í jarðskjálftavaktina. Við ætlum að heyra í, hringi Lóa Bergmann og Sigmar Guðmunds og eitthvað svona fræga sem urðu varið við jarðskjálfta. Þetta er líka svona viðkvæmur menn, sko. Svo er Chubby Little Loverboy eða Svessi á leiðinni með föstudagsslagið og hann ætlar að taka My Heart Will Go On sem er óskalag fyrir Gilsaran. Það er svoleiðis. Þannig að það er alltaf gerast en já, það er rigning úti, skíta veður, hvernig verður bara að dansa það af sér? Ég dansa það af mér. Ég dansa það af mér. Dansa það af mér. Ég dansa það af mér. Dansa það af mér. Dansa það af mér. Ég dansa það af mér. Dansa. Ég dansa það af mér. FM 957 kynnir í samstarfi við Agent.is og Smirnoff Ljósanæturballið í Stapanum Reykjanesbæ laugardaginn 1. september
fram koma í fyrsta skipti undir sama þaki. Popkóngurinn Páll Óskar, Friðrik Dór og Úlfur Úlfur. Þetta stórviðburður sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara. Miðasala í fullum gangi í Gallerí Keflavík og Kiss Kringlunni. FM 957, Agent.is og Smirnoff. Nýr og sjúklega góður Milky Bar Crosses. Ískaldur þeytingur á KFC. KFC, svo gott! Það engin ástæða til að vera kindarlegur þó þú sért að versla á netinu. Ég mæli samt ekki með því að kaupa ferskvöru frá útlöndum. Bróður minn keypti rauða skrautfiska frá Tælandi og já, þeir voru ekki rauðir þegar hann fékk það á tollinum. En þeir kostuðu ekkert svo mikið. Mastercard Fé-kort nýtt fyrirframgreitt greiðslukort sem tryggir þér örugg viðskipti á netinu. Farðu skynsamlega með þitt fé. Sæktu Fé-kort á kreditkort.is. Freestyle, hip-hop, break, street. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. Agent.is og Smirnoff kynna Ljósanæturballið í stapanum Reykjanesbæ laugardaginn. Njóttu gæðana og bragðsins og kældu þig niður í leiðinni með hollustu. Jóker, ferskur jógurtís. Prófaðu bara. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. FM 95 Blöð með ykkur á þessum föstu degi. Það ekki alltaf, líf og fjör í þessum þætti. Stundum þurfum við að taka á alvarlegum hlutum líka og það sem við ætlum að gera núna, strákarnir. Eins og flestir Íslendingar urðu varir við var jarðskjálfti núna daginn. Hræðilegur jarðskjálfti. Já, mældist upp á 4,6 og það sem hefur komið okkur og flest öllum á Íslandi óvart að frægir Íslendingar urðu varir við hann líka. Varstu varir við hann, Egill? Ég varð við hann. Það finnur fyrir svo miklu maður veit svona hjálparleys og veist ekki hvað það gera þetta með að móðir náttúra brjáluð. Hvað átt að gera? Þú getur ekkert gert. Nei. Og frægir Íslendingar hafa farið inn á Twitter síður og Facebook síður og látið í ljós sína skoðanir á skjálftanum og hvað var að gerast. Og við ætlum að kafa aðeins ofan í þetta og ringja hérna. Og aðtöða bara andlega líðan hjá þessum frægu einstaklingur sem twittuðu þetta og... Já, eins og bara hér á vísi.is stendur Logi Bergmann Eiðsson, fréttaþulur, segist að hafa fundið fyrir skjálftanum og var stoltur af sjálfum sér. Og ekki bara heyra í honum. Heyrum að sér, Logi. Já. Er það Logi Bergmann Eiðsson? Já. Komdu, sæll og blessaður, Auðun Blöndal heiti ég og hliðin á mig situr Egill Einarsson. Sæll Logi minn. Blessaður. Ertu búinn að jafna þig? Já. Nú jarðskjálftanum. Ertu búinn að jafna þig, Logi? Já. Hvar varstu nákvæmlega staddur? Þú ferð ekkert það vel yfir það á Twitter síðunni þegar jarðskjálftinn ríður yfir hvar þú ert. Hvar ertu staddur þegar það skellur á? Ég var heima hjá þér. Þú varst heima hjá þér, já. Hvað varst að gera heima hjá þér, Logi? Ég var bara að vinna á netsölubókinni minni. Já. Hvað eitthvað? Þú hefur verið að skrifa bara. Já. Það er bara aðtöða hvort það sé lagi með því, Logi, eftir hennar skjálfta. Já, það alltaf leint. Þetta var engin skjálfti, þetta var svona titringur. Hafði þetta áhrif á skriðin, Logi? Nei, þetta var ekki áhrif á skriðin. Varstu hræddur fjölskyldan? Hvar var fjölskyldan stödd? Var hún heima? Var hún heima hjá þér eða? Nei, hún var bara einhvers staðar. Hvað aðeins? Það ekkert að gera í hundi. Ekkert að gera. Þetta fallega gert hjá okkur, Logi. Við höfum búin í völdbúlauginu eða? Þannig að þú segir að þú hefur verið stoltur af sjálfu þér þegar skjálftinn fór yfir. Var það hvernig þú brást við eða? Já. Hvað gerðu? Stóðstu upp og öskraðir, náðir í börnin, hljófst út? Nei, ég bara skriðið drúm bara. Nei, ég gerði ekki neitt, ég satt bara áfram. Það var öllskapti, ég vil. En það þú settir status þetta, en það lítur nú að hafa verið, þetta lítur að hafa tekið á? Nei. Ég frekar að þetta status þetta sem þú setur bjánið inn. Logi, þetta nú óþarf. Þetta við erum með aðtökunni þegar líður, Logi. Logi, þú ert ekki að vera neitt töffari fyrir okkur. En gott að sé í lagi með þig og fjölskylduna. Við ætlum að heyra þig fleirum. Takk fyrir. Takk, bless. Já, Logi Bergmann var brattur Egill. Já, reyna að vera rosa töffari við okkur strákarna, en það sást greinilega á þess að fæslan sig gera og hún stóð ekki sama. Og greinilega ennþá hræddur. Já, hann var í miklu vörn. Það eru fleiri eins og Sigmar í Kastljósinu, Sigmar Guðmundsson, hann lýsti yfir að hann hefði fundið fyrir skjálftunum og ég ætla að heyra þessi í honum. Gaman eitthvað Sigmar hefur. Já. Sigmar Guðmundsson í Kastljósinu.
Já. Komdu sæll og blessaður, Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina á mig situr Egill Einarsson. Sælir. Sæll og blessaður, Sigmar. Fyrsta spurning, hvar ertu staddur þegar skjálftinn ríður yfir, Sigmar? Þegar skjálftinn ríður yfir? Hvað er í gangi? Hvar varstu staddur þegar Í jarðskjálftinn? gær? Já. Ég var nú bara á rölti fyrir utan útvarpshúsið. Varstu á rölti fyrir utan útvarpshúsið einn? Já, og fann ekkert fyrir þessu. Hvernig leið þér, Sigmar, þegar skjálftinn reið yfir? Prýðilega því ég fann ekkert fyrir honum. Það hristist allt í kringu þig. Nei. En hvað er svona fyrst? Ertu með mér í loftinu þarna að þinn? Hvað er það fyrsta sem þú hugsar þegar svona gerist? Ég hugsaði ekki neitt, ég fann ekkert fyrir honum. Þú þarf ekki að vera eitthvað töffari fram á nokkur núna, Sigmar, sko. Nei, það er þetta rétt. Jú, ég auðvitað verið skítrættur. En fjölskyldan? Ég lagðist á nýja og fór með faðirvorið. Hvar var fjölskyldan? Börnin í skólanum. Hringdur í þau? Nei, ég gerði það nú reyndar ekki. Þetta var nú engin skjálfti sem heiti getur. Nei, ok. Herðu, takk aðeinslega. Það er í lagi með þig, Sigmar. Hvað segir ég? Það er í lagi með þig. Já, það er í fínu lagi með mig, en mér heyrist að það sé ekki í lagi með ykkur. Þegar við höfum ekki skjálftanum með það. Takk fyrir að svara okkur, Sigmar, og farðu varlega. Við byrjum að heilsa fjölskyldu og vinum. Já, takk sömuleiðis. Þetta er Flo Rida með Wild Ones hér í FM 95 Blöð, tveir harðir með ykkur og já, virkilega gott að heyra það í lagi með stjörnunar okkar hérna á Íslandi eftir þennan jarðskjálfta í gær. 4,6 á Richter og já, sveimi þá, ég held að náðan datt garðstóll einhvers staðar. Veistu það, náðu þetta því eða? Finnst það ólíklegt, sko. Já, en þetta er góði matur samt fyrir fjölmiðla. Já, miðað við statusuna, ef ég hef verið erlendis og lesið statusuna frá þessum celebum, þá ég held að þetta verið skjálft upp á svona 9-2. Nei, það varu náttúrulega flesti bara að fíblast, en ég veist að svo fyndið þið svo bara fréttatíminn og allt svona, hvað þeir geta nýtt svona, þetta, veist, ég fann fyrir skjálftanum og... Simmi var að kúka þegar skjálftinn kom. Já, var hann ekki bara eitthvað að fíbla Simmi vil? Var hann ekki eitthvað svona bara fyndin á Facebook? Hann var að kúka? Já, hann sagði það reyndar á Facebook síðan. Hann sagði, haha, skemmtilega lífsreysla að vera á klósettun að tefla við páan þegar skjálft upp á 4,6 ríður yfir. Hélt fyrst að ég var að slá met í niðurhalli. Næs. Eitt sem við þurfum að tala við hann. Ekki koma með kúk. Þetta er eitthvað sem ég vil bara ekki sjá fyrir mér. Já, ekki þetta að setja á Facebooku að vera hægðar, bara hafa það í lámarki. En sérðu líka bara hvað fréttastofur á Íslandi nýta sér svona. Auðvitað er þetta fréttnæmt, þetta var jarðskjálfti upp á 4,6 og var fannir fyrir þessu. En mér svo fyndið þeir fara hérna á staðina sem upptökin eru aðeins í kringum Bláfjöll og þar. Og þar er svona einhver skíðaskála að vera að smíða eitthvað og það er verið að svona taka viðtöl við menn sem voru upp á þaki að smíða og svona. Hvar voruð þið? Við vorum hérna á þakinu. Já, hérna, hvað helst að vera að gerast? Ég held bara að húsið vera að hrynja. Já, svo erum við með annan hérna. Þú varst inn í byggingunni eða ekki? Jú, ég stóð inni og hvar inn í byggingunni varstu? Ég er hérna í hotninu og ég er að smíða. Hvað helst að vera að gerast? Já, ég held bara að húsið vera að hrynja. Þannig að þetta var allir með það svona sama. Já, þetta er kannski mögulega smá gúrku, er ekki smá gúrka kannski, lítið að gerast og eitthvað? Já, ég meina, veist, það er alltaf fréttnæmt á Íslandi ef það kemur jarðskjálfti, það er bara þannig. Já. En já, Íslendingar allavega, frægir Íslendingar urðu vara við hann og við heyrðum í tveim maður, mér sko er að sjá samt hérna. Fab Morvan, veistu hver það er? Fab Morvan? Já. Nei, hver er anskotan með það? Herru, hann var í hljómsveitinni Milli Vanilli. Já, ok. Já, og Milli Vanilli minnir mig alltaf á hljómsveitin sem þú varst í. Það, hverju? Því að, já, þið vildu helst ekkert syngja sjálf í Mercedes Club. Hvað er að frétta Mercedes Club? Verður eitthvað comeback þar? Ég, sko, án gríns núna, ég hef ekki spurt þessu lengi. Verður comeback þar? Já, er Mercedes Club, er hún dáin? Ég finnst það líka að verður comeback þar. Sko, ég menna að verði kannski í ykkur flippi, kannski fyll í Egilshöllina einhvern tímann. Fyllir Egilshöllina hvað, skít þá eða? Það er aðverð. Þú veist ekki bara að fylla Egilshöllina fólki þegar þið komið aftur saman, sko. Jú, það er 100%. Þá fyrir að vera með einhverja rosalega gjafakörfur. Ef það verður comeback. Nei, ég er ekki viss um að verði comeback, því að þetta var svona gott flip eða svona góð stemning í smá tíma og síðan var þetta bara búið. Já, þetta er eitthvað sem þú getur samt sett í ævisöguna hérna. Þú getur rætt þú á tónlistarmaður. Jésús, við sko, ég með marga sögur af, sko, þegar við vorum að túra landi hérna í Mercedes rútunni og vorum að gigga út allt land. Mercedes, voruð þið með rútu?
Hvernig þú komast frá A til B við þinn? Með allt rastlið? Með hljómborðið og alla pakkan? Ecoliner. Nei, og með Mercedes rútu. Nú voru þetta ekki bara þið og 1 geisladiskur sem þið settið í gang? Gasmaðurinn tekur 3 sæti, sko. Já, hvað, fyrir prótendungarna sína? Nei, bara hann er líka vel þykkur, sko. Já. Og við séðan CRS, það er líka Valgeir að Pipar þarf að vera þarna og það er líka liðið sem við bakið. Já, ég var nú að tala kannski 9 manna Ecoliner eða eitthvað? Nei. Ok, á rútu, Mercedes rútan, já. Já, eina málið er, ég er milljón sögur, sko. Ég geti verið bók bara Mercedes ævintýri, sko. Ok, kottu með hvað var það versta sem gerist þú varst að túra með Mercedes? Versta? Ekki að besta, versta. Það var líklega á Blönduósi. Á Blönduósi, ok. Við fylltum íþróttahúsið þar. Ok. Við fylltum íþróttahúsið þar, hætti að hlæja því að segja það. Já, ok. Og málið er, stundum nefndi gemaðurinn ekki á kveikt á hljómborðinu. Þú veist, ég nefndi því bara ekki. Þannig að það var slögt á því. Okkur ertu ekki með kveikt á hljómborðinu þú ert að spila? Það er bara svolítið pælt að vera slögt á því. Já, einmitt. Af því að þetta var alltaf geisladiskur. Þetta er raftónlistöðun og þú veist, það er bara stundum á geisladi, skilur. Þannig virkar þetta bara, settu við það. Já, ok, men hvað var það versta? Og það var einhver flippaður gæi sem var fremst á sviðinu. Gemaðurinn var að spila á píanó og alltaf gera allt og syngja og veist eins og a performer. An artist sem ég var þá. Hörðu, það var svo on og off taki aftan á hljómborðinu. Ég sé bara stríðni svipinn á gæjanum á gólfinu, hann sér on og off takkan og hann sér að hennar off, hann kveikti á hljómborðinu. Í miðju lagi? Já, og ég var alltaf bara að íta á takkana og þykjast að spila, hann kom bara sem heiðið svolítið allt og ég bara svona, shit, hvað er að gera þetta? Hörðu, og ég lít svona til vinstri og það er svona tæknimað, ég svona gefa honum auga gamli, slögt á borðinu, og hann byrja að taka bara einhverja snúrur og sambandið hana, einhverjum kassa við hliðan á sko. Og síðan á endanum fann hann snúrun og þangað til þetta var mjög óþægilegt, ég viðurkenni það. Já, þannig að þú varst ekki eins og að spila í takt við lögin þegar þú verið að þykjast. Ég var bara ít á takkanaðun. Ok, en hreinskilið svar núna, varst alveg hreinskilið með, nú er hljómsveitin hætt og það er ekki eins og sé að eyðileggja eitthvað fyrir ykkur. Og segðu mér alveg satt. Ok. Nú er ekki að djóka, segðu mér alveg satt. Okay. Þeir eru voruð að spila, heitir hún ekki Rebecca á söngurinn? Jó. Og á Series 4, voruð þau að syngja? Ég veit að þú varst ekki að spila á hljómborðið. Það var kveikt á mæknum hjá þeim, já. Já, ok, en var ekki röddin þeirra á disk líka? Jú, bara svona lítið undir. Svona mjög lítið undir. Þau þurfti að vera í átt að séri sem mikið öskrandi og kallanda á krakkan og geða high five og svona, þetta var kveikt á honum og... Já, þið voru svona hljómsveit, þið nýttu ykkur vel svona eins og, eru ekki allir í stuði? Já, mikið í því sko. Já, mikið, já. Og Seris er náttúrulega sko, hann er fættur 1969 og 2% fita. Já, hann er alveg með þetta. Hann drekkur ekki, en fáránlega ofurkur sko. Þannig að hann var alltaf hann fekk alltaf the crowd með sér sko. Já, ég meina einhver hljótið þurfa að öskra á milli laga þegar þið eigið 2 lög og eru með heila tónleika. Við gáum út 11 laga geisladisk. Þú ert alltaf bara, hausinn inn í raskatinu þeirra? Ég gaf þig geisladisk með þessu, þetta er bara hendunum kannski. Já, ég reyndar á diskinu ennþá og já, er lagið sem að þú söngst til einhvers þar á veraldavefnum með það? Hvernig var það? Já, það er til veraldavefnum. See you dance in a special way. Já, það er eitthvað heitið aftur. Er ég með allt niður um það? Ég geti verið að... Manst ekki hvað lagið heitir eins og? Jó, það heitir Get the fuck out. Já, glæsilegt. Settu það á maður. Ekki núna, setju það á eftir. Þarna fengum við að heyra það versta sem kom fyrir Egil Einarsson þegar hann var að túra með Mercedes Club. En ég spilaði lag daginn hér í þessum þætti fyrsta sinn. Þetta er kannski ekki heitasta lagi í dag, en kemur mér alltaf í gott skap og er hrikalega flott. Fjallaði þennan dreng í slúðrun á hann heitir Robby Williams og þetta er mitt uppáhaldslag með honum. Hér á FM 95 Blö, á FM 957 á, blautum föstudegi og þá er ég ekki að tala áfengistengt heldur mikil rigning úti. Það er blaut úti, Egill. Já, þú veist, þetta er óþálandi veður á Íslandi. Það er rigning núna sem sól á morgun og haglél ekki morgundi hinn. Þetta er að gera mig geðveik. En það er sem alveg kósí að fá smá rigningu. Nei, 0. 0.is. Hörðu, ef þú ert ekki bara að gera neitt, þá er oft þægilegt á rigningu, finnst mér sko. Ég er með hugmynd sem er að gera okkur félagana. Þú ert ekki að vera að vinna aftur, það er bara þannig. Við getum labbað út núna í dag, þurfum ekki að vinna aftur. Hvað ertu með? $1 million idea? Þetta er $1 million idea. Þetta er eiginlega $1 billion idea. Wow. Við erum bara að kaupa okkur snekki og chilla í Monte Carlo, það sem við varum að gera félagarnir. Það er svoleiðis. Og oftast ef það væri fluggáfaði maður við hliðina á mér, þá verði ég mjög spenntur, en ég ætla að hold my horses. Hver er hugmyndin? Smokkar þykja ekki cool í dag. Gat verið. Hvað? Ok, alltaf. Já, þeir þykja ekki cool í dag. Þú veist, það þykir ekki töff, þú ert ekki maðurinn og segir
Strákar hérna út 18 ára, hörðu ég fór með dömu heim í gær. Þetta maður að hvetja menn til að nota smokka. Ég veit að, það er the $1 billion idea, maður. Ok, sorry, ég ætla að lifa að klára. Ég er að segja, það er vandamálið, að út 18 ára peyjar í dag. Þeir er ekkert að segja við strákarna, Siggi, ég fór hérna með hérna dómur í gær, ég henta með röddar og þú veist, þeir mennir ekkert að, það þykir ekki töff. Nei. Og af hverju þykir það ekki töff? Ég veit ekki, það er bara kjánulegt. Já, nákvæmlega. Og það sem vantar einhver sterkan karakter til að represent smokka í... Viltu að við fyrir mögulis að það? Nei, við erum ekki worldwide ennþá. Nei, hvernig er þetta þá Við getum þetta gert á Íslandi, þú veit það. En ég er að tala worldwide, það er moneyð, sko. Ég er að tala að fá einn harðasta mann í heiminum til þess að representa þessa smokka og búðu undir þetta. Jean-Claude Van Damme. Ertu Your $1 billion idea. Jean-Claude Van Damme. Já, en hvernig gerir það að hafa okkur ríka þegar... Þetta er hugmyndin okkar. Já, þannig að við tökum kött að þessu. Við tökum kött. Sko, við tökum 20% nóg fyrir okkur. Sko, við þurfum bara að hafa samband við umbóðsmann Van Damme þar alveg money. Hann er ekki bara að leika í góður mynd nema bara Expendables 2 og síðan bara búin að í chillinu í 10 ár, sko. Já, bara ekkert síðan Time Cop. Þannig að, sko, ég þarf málega, hvernig ég var að pitcha þetta shit? Hvernig var, veist, þetta er $1 billion idea, sko. Sko, við getum ekki hringt beint bara í umbóðsmannin hans. Það er staðfest. Við getum ekki reynda að nema við tölum náttúrulega við bara einhvern markaðssnilling á Íslandi sem getur pluggað þessu og komið okkur áfram í þessu. Það er svo annar mál. Já, hringdi Nonna Tattoo, JGG. Jón Gunnar Geirdal? Já, hann, veitu, hver er meiri, þegar þú segir það. Pluggari og markaðsefnari. Þegar þú segir það. Hann ætti ekki að aðstofa okkur á eitthvað. Hann hlýtur ekki að plugga okkur. Það er maður að sjá. Ég ætla að hringja hann, býta. Hvernig skútuðu það fá okkur? Eða snekju? Þegar þú veist ekki að fara á neins snekki, bara ég fengi, þú veist, 100 á skall eitthvað, var ég sáttu við þetta, sko. 100 á skall? Hvað heldur þú sé að fara að kaupa eitthvað að snekja því þetta ætti í huga? Smokka notkun í heiminum er rjúka upp svona 10.000%, sko. 10.000%. Hvað heldur við fórum kött af því að þið áttum hugmynda þessu nafni? Já, það er bara þannig. Ég er að hengja núna. Ég pældi allt. Jón Gunnar. Það er hann. Nonni, blessaður. Sælunur, þú ert hérna í beinni útsendingu FN95 Blöð. Það munar ekkert það. Ég ætla að vona að þú sett sitjandi, Nonni. Þú ert að fara að heyra the best goddamn idea sem þú heyrt á æfinni. Ég hef nú heyrt margar skerfilega frá þér, þannig að ég vona að þessi sé betri. Það sko, þetta er my $1 billion idea. Ég og Öddi erum strax byrjað að skoða snekkjur hérna á okkur síðu að fara að kaupa hana. Það er bara þannig. En þú þarft hins vegar að hjálpa okkur, Jón Gunnar. Já, ok. Guðanabænum komið með það. Ok. Og ég segi honum að það. Já, segð hann. Ok, sko, þetta er náttúrulega, smokkar þig ekki töff í dag, Nonni. Það er engin nota, smokkar þig ekki töff, það er engin nota smokka og það er engin, þetta þig ekki töff út af því að vantar eitthvað sterkan karakter til að represent. Og ég er með hugmynd. Hlustaðu. Ok. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude, nefnum bara ekki Van Damme. Ég veit hvað Jean-Claude Van Damme er tegnir á, svo hvað, Jean-Claude Van Damme, er það vængirnir það? Já, það er nafnið. Það er hugmyndin, maður. Nei, það er ekkert nafnið. Það er hugmyndin af setinu, síðan er bara Van Damme að leika ykkur auðlýsing. Eru þið að ringi markaðsmann í Íslandi að selja $1 billion idea sem er Jean-Claude Van Damme? Ertu ekki að ná þessu? Jean-Claude Van Damme? Hvað? Róta maður ekkert með þessu smókunum, hvað gerir maður? Nei, þetta er, sko fattar ekki, ég er komin, ég er á bandið nagli núna. Já, Nonni, þú... Það getur ekki verið. Jó, það þarf sterk Er það búin að selja þér þetta líka? Já, ég er að fíla þetta. Nonni, ef þú ert á... Ok, Pitbull til landsins og Arnold Schwarzenegger þetta og... Ok, herru, Nonni, neikvæði, eins og ég kallaði núna. Hvernig, eina sem að þú þarft ekkert af að trúa hugmyndinu, þú fær bara þína prósentur. Hvernig getur þú tengt okkur, getur þú haft samband fyrir okkur, þannig að í næsta föstudag væru kannski konið samband við umbóðsmannina Van Damme, getur þú bjargaði fyrir okkur? Ég ætla ekki... Getur þú rettað þig, Nonni? Já, ég ætla að grafa upp kontakt á Jean-Claude Van Damme. Þess að pitcha á umfann hans. Jean-Claude Van Damme hugmynd. Nei, ekki þú pitcha það. Við nefnum ekki að fá nonna neikvæða til að pitcha þetta. Því að þú myndi ekki, þú getur ekki selt, sko, neitt til að haga það svona. Það sem við þurfum er bara númerið hans. Ég get svo sannlega sko að redda númerinu, en maður líka, það ætla að fara að pitcha þessu hugmynd í alveg á manninu. Já, auðvitað. Bloodsport-gæinn að fara að segja ykkur eitthvað
einhverja framtíðar hugmynd en allir sitt á Ég bara smokkaaukningun aukast í heiminum, það myndu færri fá HIV, þetta er góð hugmynd. Þetta er vinn-vinn. Og hvað, þú ert að skvísa eitthvað upp og það fá að rífa upp Jean-Claude Van Damme. Já, nákvæmlega, það þykir, ég myndi gera það ef Jean-Claude Van Damme var að auglýsa Jean-Claude Van Damme smokk. Heyrðu þetta ekki? Þetta ekki ná þessu? Ok. Hvað er þetta? Allir búið Jökulsálón með hann, sína hann ber hana neðan og auglýsa smokkinu? Já, við ætlum ekki að fara að búa til auglýsingar núna, en þú ert núna með hlutverk, Nonni, fyrir næsta föstudag og þú fær græða fyrir okkur númeri á umboðsmannum hans. Mennur þið því? Ég fæ kött á Jean-Claude Van Damme. Ég ætla bara að uppfæra heimasínu með hann strax, hann með Range Rover og bjóði í Paul Allen snekkjana sem er núna í höfninni. Það strax. Briljant. Útrætningur, Nonni. Takk, ég vissi að þú myndi taka vel í þetta. Takk fyrir þetta, Nonni. Free money, get in. Takk okkar. Bye. Herru, hann svona, sko máliður, við þurfum ekkert að hafa hann eitthvað að geða ferskan í þessu. Já, ég held í hann í ákvæðari. Já, eina sem hann þarf að gera er að redda númerinu. Já, hann redda því, við lókum þessu díl. Það er bara þannig. Það er 100%. Þá bara fylgjast með næsta föstudag, þá ætlum við að heyra í umboðsmanni Jean-Claude Van Damme og, pitcha Jean-Claude Van Damme. Sumarfjör FM 957 í sumar með Sinalco og Góu. Við ætlum að enda Sumarfjör FM í Reykjanesbæ í tilefni ljósanætur. Á ferðalagi landið. Næstu helgar verður morgunþátturinn Magasín með skemmtikvöld á hinum og þessum stöðum allt land. Fyrsta stopp er á Kaffi Egilsstöðum. Löflétt pubquiz, uppistand, fáránlegar keppnir og löðrandi sveitt ball fram eftir nóttu. Hlökkum til að sjá þig á Kaffi Egilsstöðum laugardagskvöldið 1. september. Morgunþátturinn Magasín. Hjá Toyota Kauptúni er opið á laugardögum frá klukkan 10 til 16. Toyota Kauptúni, Garðabæ. Samkvæmt nýlegum mælingum á Íslandi er engin munur á eyðslu bíls með N1 bensíni og bensíni frá orkunni. En bíll á Shell V-Power bensíni eyðir 2,4% minna. Það eitt gerir cirka 6 krónur sparnað á lítran. Skeljungur. Dansstudio World Class. Byrjum 10. september. Dans fyrir allan aldur. Frýtt líkamsrættakort fyrir 15 ára og eldri. Skráning er í fullum gangi. worldclass.is. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Kapteinninn kynir dundurpartí á ljósanótt á skemmtistaðnum Pattís Reykjanesbæ. Kapteinninn fjölmennir með morganetturnar sínar og frábær tilboð á barnum. Hljómsveitina Mjólk og Medusa byrja fjörið og stuðbandi Grammi spilar svo þar til sólin rísa á ný. Pattís og kapteinninn. Skotheld blanda. We were best friends and you testified against me. Samfinn kynir Make and Run. Frábær grín spennumynd. Með Dag Shepard, Kristen Bell og Bradley Cooper í aðalhlutverkum. Hit and Run, komin í bíó. Damn, you own that too? It's a rental actually. Watch your mouth. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum. Yeah, we differ a lot about what and what nots, what we ain't and what we could have got. Thinking our arms ain't too short to box with God. This ain't a midnight stroll in Paris. More like a careless walk through a field of landmines. I cherish you, though you a warrior too. What are we to do? Warrior. Full rólegt laga fyrir flöskudagablöðu. Núna frammeins vil ég vera að spurra álið. Á ég að setja þetta lag á Easy Liner sinn? Það er partídagur, auðvun. Þetta er nú bara eitt uppáhaldslægi mitt á stöðin í dag. Já, svona kortir á hann drepuð, það fýtt að enda svo. Nei, Egil, þó að sé flöskudagur, þá er bara rigning og dimmt úti. Hvað heldur að séu bara allir ykkur reyði bara hérna núna? Það er hellinga grjóthörðum íslendingur sem er drullu saman með þessar rigningur og hell í sig, sko. Leikir hlusta átt að kjafta þið. En fólk sem er að keyra heim bara og fá svona dropan á rúðuna. Það getur ekki allt verið partilög, þetta er besta lag á stöðinni, en það er ekki tveir harðir í stúdíun núna heldur, tveir harðir og einn ágætlega harður, hann er mættur innan til okkar Jebel Svesman. Að hvaða leitir ég, eitthvað minna harður en þið, tveir umíkjandi? Hættur að mæta ræktina, segir Egil. Já, ég hættur að mæta ræktina. Das ist richtig. Það er ekki rétt að því sko. Jú, gamlir í basketunni, ég hætti aldrei í basket. Það er ekki hægt. Hann reyfa sig. Og já, það styttist í föstudagslægið og það er einmitt Egill Einarsson sem valdi lægið að þessu sinni og hvað það er My Heart Will Go On með Celine Dion. Já. Mér varst mjög gaman að Egill, hann baði þetta lag sérstaklega og vældi lengi í mig til þess að fá það í gegnum þegar hann búinn að ákveða önnur lög. Veraflega mikið í hann. Svo fannst mér bara líka við hæði bara svona hálfpartinn get til eitthvað þér það svolítið. Já, þegar þú ert farin. Fluttur út. Já. Skelltinn eftir einan.
Þetta enda reyna, það good point. Þetta passa mér vel. Þetta óskalag hans Egils, en það til eitthvað mér. Þið ekki lengur lovers lengur. Við erum aldrei lovers Egil, hann bjó bara heima hjá mér. Já, þú veist. Veist hvað ég meina? Lovers. En hann er a grown man núna og fluttur út. Já. Hann farinn. Já, það gerir það líka verkum, Svessi, að það miklu skemmtilegra fyrir mig að fá þig hérna á föstudum. Já, núna finnst það ekki gaman að sjá mig, þannig að það fyrir að vera bara að sjá mig enn eitt skiptið. Já, í stæðan fyrir að bara sjá þig og svo keyrum við saman heim, skilurðu? Það var náttúrulega kósí, sko. Fóruð ofta að rífast rétt ára frá að sofa? Bara svona skelltu hörðum og... Það gerist aldrei? Aldrei? Ekki einu sinni, ekki eitt rifildi? En svo, næst ákvörði ég ógeðslega ánægður að hitta Svessi hérna föstudum Egil. Þegar Svessi byrjaði með konu, þá veit ég að þetta er eina skipti sem ég hitt hann í vikunni. Það var þessum föstudum. Ég ætla að skrá þetta sem KO. Af hverju? Það því að þú ert bara komin undir, hvað gera svona bitnir og eitthvað, faraður undir hún eða eitthvað? Hýði. Fara ekki undir hún. Fara í hýði. Fara inn í hýði. Já, við munum ekki sjá Sverri hérna oft, það er fact. Það er honum er alveg sama, það er það sem er sturlu staðarind, sko. Sturlu staðarind og það er í rauninni það sem skiptir máli, það er það sem honum finnst. Já, það er, nei. Þetta var fullari svarhæður. Það er greinilegt að fleiri fullorðnast. Já, en við megum alveg væli við því. Já. En sko, hvernig fílar þú My Heart Will Go On, Big Shop is West Heart? Bara, þú veist, ég kunni þetta lag allan, ég get ekki sagt því að ég sé búin að setja oft á fólinn, en maður hefur heyrst þetta á sig enn tíðina. Það kunni allir þetta lag. Sá allir Titanic og þetta er bara þannig lag, sko. En hvað, það er náttúrulega fiðlur og eitthvað sitt í þessu, en þú erum bara með gítar. Við þurftum bara að taka kassagítarinn á það, en Seldi Jón Djúr getur nú sungið þar. Já, hún eiga það stelpan. Það er svoleiðis. Og hann er einmitt sestur hérna, Halldór Gunnar, og gítarinn er að verða klár, áður við spjallum meira við, ykkur Svessi, og ekki bara... Hendur sá, og keirið í gang. Leðum að komast þér hérna fyrir. Ræskja sig Sverrir og gera þig kláran. Ná, þetta er sem sagt, föstudagslægi að þessu sinni og það er My Heart Will Go On sem að Celine Dion gerði frækt á sínum tíma og ég segi bara take it away, strákar. Fíligrödd. Þú varst officially að toppa sjálflega núna, Sweat Heart, það er bara þannig. Sveimi, þá er maður bara poppar ekki að setja Titanic á í kvöld. Wow. Það er bara rigning, það spilur róleg lög og þú ætlar að tilla þér yfir einum Titanic í kvöld. Ég vil fá þetta á því internet sem fyrst, ég ætla að hlusta á þetta aftur. Again and again. Gaman hvernig þú segir the internet. Segir ekki bara netið. Internet. Þetta var stórkostlegt. Þetta minnir mann á, Titanic myndina. Það var erfitt fyrir Sverrir. Hvað er langt síðan hún kom út? Það var ekki 97 eða eitthvað. Getur það ekki passa? Ef ég ætti að giska. Myndið þið... Vorum við ekki... 15 ár síðan. Við vorum 15 ára. Það var 95 kannski. Voruð þið skotnir í DiCaprio á þessum tíma? Já, ég er djöðlega sættur. Þetta er gríðarskar að setja með svo ljósa lokka þarna. Nei, það var reyndar, hann voru hins vegar alla stelpur skotnir í hún. Sverrir er homofób, sko, ég get alveg sagt mér að Leonardo DiCaprio mjög sætur í Titanic, mjög sætur. Þessi ljósa lokka, kaffibrúð, allt á hreinu. Já, það er bara, það var einhver aðstæðan til að sjá það, hann var mjög huggulegur í svona mynd. Það er svoleiðis. Ég var ekkert að segja hann var eitthvað óhuggulegur, sko, ég var bara ekkert skotin í honum. Ekki fara í hýði. Rólegur, að ég fara undir húð. Ekki fara undir húð. Hvernig er helgin á Svessa? Herðu, það er bara, ég er að spila á dönsku, maður. Annað kvöld. Já, það verður peppa það, maður. Shit, ég var bara að segja glimmi, það verður rosalegt. Allir á dönsku, það ætlar að taka My Heart Will Go On, maður. Já, geti keitt í þetta My Heart Will Go On og maður veit ekki hvað og hvað. Þá getum við ég og Þykki Þorleið þurft að kíkja. Já, Rain Over Me, ég myndur að taka það líka. Já, ég elskar Rain Over Me, ég elskar það, Rain Over Me. Þurfum kannski að vera að henda fleiri Pitbull-lögum á þig. Er Pitbull að þá gefa út það? Það er ekki svo gammal og þreytt og kallt greið. Þetta er reyndar sko, Hann er yngri en við, you motherfucker. Þú varst að segja að þetta væri besta föstudagslægi hans. Þannig okkur ætlar að bara henda Pitbull á hann þegar hann gerir þetta svo vel. Bara Svessi he's a lover not a fighter og við eigum bara að henda á hann bara. Nei, hann getur ekkert verið endalaust í eitthvað romantík, stundar hann að keyra þetta í gang. Þú varst að segja að hann var svo gamall og mikið með allt niður þessu. Hann er fættur 15. janúar 1981. Ég ger mig greið fyrir. Sack of shit. Hvað er þú fættur 80 með allt niður? Hvað þá Pitbull eða? Ég er ekki í svona... Wow, the Volt Machine! Valtarinn er mættur hérna. Valtarinn! Herðu, við þurfum að fara að hleypa Valtaranum að. Höfðingi sem það er. Við skulum fá Valti Björn er að detta hérna í stúdíóið og ætlar að fara yfir, Deadline Day. Já, Sverrir, þú stóðst þig mjög vel, þetta var frábært lag. Já, þú varst ekkert að fara. Ég ætla ekki að gefa flöskuborð á austur eftir það? Jó, við erum að fara að gefa flöskuborð á austur. Valtarinn að detta í stúdíóið, við erum með lag sem við söndum fyrir Rikka G. Tveir harðir leysa vandan, það er nóg framundan. En við skulum aðeins keyra þetta í gang. Þetta er David Guetta og ég held að Chris Brown sé þarna með honum. I can only imagine.
Lífið er nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur þú stöðuna á reikningum og kortunum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. Þegar ég fór á Dale Carnegie námskeiðið var ég aðalega að hugsa að losna við hnútinn í maganum þegar ég held ræður og kynningar og ég losnaði heldur betur við hann. Það sem kom mér á óvart var að námskeiðið hjálpaði mér við ýmislegt fleira. Ég skipulegg mig betur og sett mér skýr markmið og svo líður mér bara miklu betur. Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555 7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie. Movida Corona árlega plötusnúðakeppni sem verður haldin í Svíþjóð 17. nóvember næstkomandi. Undankeppni fara fram allan heim og nú á Íslandi. Keppnin fer fram á gamla Gauknum laugardagskvöldið 1. september. 1000 kallinn og Corona fylgir. Keppendur verða Viktor Birgis, Háskell, Gretar G, Skeng og Kerr. Corona og gamli Gaukurinn. Það munar miklu að vera í námunni. Landsbankinn. Í dag ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Agent.is og Smirnoff kynna Ljósanæturballið í Stapanum Reykjanesbæ laugardaginn 1. september. Páll Óskar, Úlfur og Friðrik Dór halda húsinu heitu alla nóttina. Miðasala í fullum gangi í Gallerí Keflavík og í Kiss Gríni. Hún ekki bara nett og sæt, heldur hörkudúli og ég treysti henni fullkomlega. Samsung fartölvur fást í PT-skeifunni og Glerártorgi. Opið til klukkan 11 í kvöld. Skemmtigarðurinn Smáralind. Kæru OP-líkilafar, hér áríðandi tilkynning frá Óttari Bendir. Í dag fáið þið 7 króna afslátt af lítranum hjá OP og Ólís með OP-líklinum og 2-falda vildapunta Icelandair. Afsláttur allan hringinn. Með OP-líklinum. Það verður opið hús í Borgarleikhúsinu á morgun milli klukkan 1 og 4. Húsið iðar af lífi í hverjum krók og kema. Opnar æfingar, skoðunarferðir, tónlist, fjársjóðsleik og óvæntar uppákomur. Ilmandi kaffi og vöfflur handa öllum. Vertu hjartanlega velkomin. Borgarleikhúsið. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijú. Trompaði daginn, fáðu tromp. Trompaði daginn, fáðu tromp, segir hann. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það eru 2 harðir, já, það eiginlega 4 harðir eins og staðan núna. Því að Sverrir Bergmann ennþá hérna í stúdíónu hjá okkur og Valtarinn, The Waltman, mættur hérna í stúdíónu. Velkomin, Valtýr. Takk að þér. Hvernig ertu? Fínt bara. Eða ekki? Jú. Þú ert alltaf hressmaður. Já, það verður ekki hægt annað. Það er enda búið gríðarlega gaman fyrir svona sportidjóta eins og mig í dag. Já, síðasti dagurinn sem að menn í... Leikmannaglugganum. Já, sem að ensku fótboltaliðin að kaupa menn. Ég get lofa Valtari í gær þegar jarðskjálftinn kom og menn eins og Logi Bergmann og Simmi Karlsson hlupu og földu sundur rúmið með allt niður að sig. Þú bara kveiktir eitt í síkó eða ekki? Nei, ég reyndar ekki. En þú varst fylkislagur. Þú varst verið slapp bara chillaður, slagur bara. Eða ekki? Bara kaffibólli. Fannstu fyrir honum? Nei. Hvar varstu stattur? Ég var hérna við salernið. Við salernið? Já, ok, eins og Simmi. Ég var ekki inn á því eins og hann. Nei, ok. Herru, hvað er að gerast á Deadline Day? Deadline Day? Það er nóg að vera. Liverpool að losa sig við menn og reyna að fá menn. Það var fyndið að losa menn og fá enga menn. Já, þeir eru að reyna að fá menn. Þetta er náttúrulega, það er svo mikið í gangi núna. Hugo Lloris, landsliðsmark, svo vöðum úr einu í annað, landsliðsmarkur að Frakka. Hann er á leiðinni til Tottenham. Ok. En hann er á leiðinni til Lunduna. Já. Bara í þessum töluðu og... En betur okkur í ánskot, Tottenham er góða markmann. Já, hann er 41 árs gamall. Hann er góður. Já, svo er það líka með Coutinho hérna og Gómez og nóga markmönnum. Já, Coutinho 38 ára, þannig að þeir eru yngja. Þetta með Clint Dempsey til Liverpool, Tottenham er komið inn í það. Ok, þannig að Tottenham getur rænt honum af Liverpool. En það er líka verið að orða Owen við Liverpool, eða ekki? Já, ég sá nú reyndar grínara í dag þar sem að Owen var auglýstur á eBay. Já. Þannig að það var svona grínar dagsins. Já. Ég heldur að Owen sé ekkert að fara til Liverpool. Og var með hund sér við hlið það sem að var, og þú fær hesky frítt með, og hundur með það hesky. Það er flottu dýl. En hérna, já, það er búið orða hann þar og hérna, síðan það er nú ekkert mikið að gera því á ykkar liði.
United? Nei, konum með Percy. Konum með Percy. Við erum sáttir bara. Og það náttúrulega bara flott að fá hann. Síðan það hérna, sko, dílarnir sem eru komnir. Það náttúrulega Berbatov er komin til Fulham. Já, ég ætti að sakna Berba. Já, hann fór náttúrulega illa með 2 lið á Ítalíu. Fyrst Fiorentina, þeir borguðu flugi fyrir hann til Ítalíu. Svo tók hann uppbeygju þar og fór yfir til Juventus og tók aðra uppbeygju og fór yfir til Lunduna. Já, nóg að gera hjá Berb. Vesen á Berbatov. Já, og þeir gáðu yfirlýsingu Fiorentina þar sem að hún er nú ekki falleg í garð Dimitar Berbatov. Það er drull yfir hann. Já, það er bara drull yfir hann. Samt hefði Ítalía að henda Berbatov ágætlega því að hann hattar ekkert að fá sér eina rellu, sko. Já. Hann er mikið reykt í Ítalíu. Já, hann elskar búlgarska sígarettur. Já. Og hefur ekki fengið að reykja nógu mikið hjá hérna... Það er ekki Opal bara. Sir Alex Ferguson. Heyri, svo talan sem var í dag á Sky. Hún stóð í félagaskiptaða dæminu. Hún var 372 milljónir punda. Er komin yfir 400 milljónir punda núna. Og það er sinnum 194. Þetta er ekki spá peningum. Þetta eru 8-10 og eitthvað miljardar. 72 miljardar sem þetta stóð í dag. Sætletu? Sætletu? Já. Það er eitthvað pening. Þetta eru svakalegi peningastrákar. 405 milljónir stendur þetta í núna. Og það er sko, Moutinho var að fara til Tottenham fyrir 22 milljónir punda frá Porto. Þeir eru að kaupa. Þessu verðir á þessu bönnum. Og svo var Javi Garcia var að fara til Manchester City fyrir 24 milljónir punda. Það er alltaf að gerast. Þeir voru að kaupa Maicon frá Inter líka og Mika Richards er að fara til Newcastle. Þannig að þetta er endalust. En viljum við ekki alltaf að Gylfi fá að spila á Tottenham? Þannig að fylla við okkur miðjumönnum. Og ég skil, já, dem segir svona... Hann er 50-50. Já, ég vona þá bara að hann fari til Liverpool, hann er þetta drullu góður, þannig að... Já, ég vil náttúrulega, við viljum bara að Gylfi fá að spila sem mest. Já, ég sammála því. Van der Vaart er farið til Hamburg. Já, það er klárt. Já, hann er farinn, það er gott fyrir Gylfa. Þannig að það er bara fínt fyrir Gylfa. Það er good shit. Og við vonum það að hann spili bara sem mest og þeir, ég held að þeir sé ekki að kaupa hann á þennan pening, einhverja 8 milljónir punda og allir geta nota hann, ég trúi því ekki. Nei, nákvæmlega. En hvað ætlar King Walt að gera helgina? Herru, það er bara rock'n'roll. Já, fíla það. Það eru fótbolta. Já. Það er fótbolti og svo er ég að lýsa þarna eitthvað á sundinum. Hvað er það að lýsa? Southampton og Manchester United til dæmis. Mundi drepa þig ef alltaf að kíkja með okkur félagarnam á jammið eitt skeiði. Mundi að drepa þig. Kíkja með okkur austur og... Það myndi ekki drepa mig. Bara að kíkja með okkur röltum inn, flöskumentu. Við erum að vera að gefa flöskuborð á austur. Herru, þá gerið þið það. Það er ómögulegt að draga hann út. Alveg saman hvað maður gerir, sko. En ef að Walt Machine ætti að koma með hugmynda hvernig við erum að gefa flöskuborði, hvað myndir þú gera þetta verið þinn þáttur? Ég veit ekki, það er hvað klukkan núna, umferðin í Geðveik. Já. Ég myndi láta bara einhvern, svo sem er næst. Að flauta? Já, ég ætla að senda það út í rigningun eftir. Senda út í rigningun? Góður punktur hjá King Walt. Valtari. Jú. Já. Hatar Gilsarana, hvernig er það? Nei. Þetta er komið á reynd, við hendum Gilsaran hefur út á eftir. Já, láta flauta á mig. Já, á Miklabrautinni og svo sem flautar að þið, þú réttir. Verður getur gert þetta. Já, þetta verður. Menn getur kert á mig og flauta á mig á sama tíma, ég get dáið bara. Það eru örugglega nokkrir þetta umfyrir sem vilja að kera það, það er ekkert út af þessu flöskuborði. Ég er flott helgi. Já, herðu, sömuleiðis Valtari, þú ert höfðingi. Takk fyrir að koma. Herru, ég segi bara eftir svona 10 mínútur gerum þetta, gefum við flöskuborði á austur og við hendu þér í Honk if you're horny. Það er ekki oft sem ég er ósattur við þetta Volt Machine. Nei. Hann skeit þarna. Er þetta ósattur við þetta Volt? Já, senda mig til rigninguna. Já, þú er gaman að þú ert grjótharður. Já, reyndar, við ekki hennar. Þetta er hvítum ból, maður. Góða punktur. Þetta er góða punktur. Þú ert hvítum ból, nýkominn frá útlöndum, þannig að þú ert svona brúnn og sætur. Já, með flotta klippingu. Hvað heldur að gera eftir þú stendur út í rigningun, allir að keyra fram hjá þér, þú ert blautur? Já, ég út bara að selja með diffur út af branni. Það er bara mikla blautin, það er mikla blautin. Mikla blautin. Stemming og talandi um partí og stemmingu, þá erum við Egill að fara að gefa hér flöskuborð á austur og Egill er as we speak að labba hérna út á Miklabrauti í rigningunni og hann á að vera með símann sinn. Egill, heyrðu í mér? Já, þetta sé ekki sem að plata með þetta rugg, sko, það er bara hann, sko. Nú, hvað það er? Það er ógætt að við. Já, smá rigning, en þú ert að fara að gefa flöskuborð. Þetta væri fínt að það væri... Ok, skýta veður? Henni er byrjar að flauta á Gilsarana, sko. Hæ? Henni er byrjar að flauta þetta. Það er á Miklabrautinni og flautið á Gilsarana. Það keyri hinn áttina þessi, það er nóg opið, sko.
Ok. Þið ættu að sjá eitt steratröll þarna á Miklabrautinni og ef þið hafið áhuga á að vinna flöskuborð á austur, ertu komin út á Miklabraut? Já, ég hérna maður. Ekki út á helviti suð. Ha? Hvað er að menna að stoppa hérna samt? Þú hefur ykkur flautar á mig. Það átt að leiðbeina honum bara þarna inn á bílastæðins. Það er búið að flauta hérna ykkur. Já. Það er eitthvað að flauta. Það er leiðbeina honum bara... Ertu strax komið sigurvegara? Það er allir flautandi. Já, það er verið að flauta á Gilsarnan. Það kerði fram, já. Þið sem eruð að sjá Egil Einarsson hérna á Miklabrautinni. Það er allir flautandi. Þetta er vandamál, við getum ekki neitt flöskubóll. Já. Það er gæinn á grænum bíl að beigja inn hérna og langaði flöskubóll. Ég heyri flautukonsert, maður. Já, það er allir flautandi. Það er einn og einasti bíl að hlusta á FM 95.7. Já, en hvað, ertu komið sigurvegara? Já, það er mættur hérna. Hann flautaði og hann var sniður eftir, hann beigði bara inn og það er klárt. Það er það gamli. Þetta var að enda á röstur, Já, það er klárt, Það er ég komið með sigurvegara hérna. Vá, þetta var ekki lengi gert. Hann er að flaska sig upp, það flautu svo 300 maður. Jæja, herru, þá vorum við búin að gefa flöskuborði. Það fólk er enda á flautandi, Já, herru, þetta er bara hangja fyrir horni, ég ránaði með liði. Já, herru, þetta er klárt hérna. Ég ætla að drífa minn vonduður. Flautið ef ykkur finnst Egil sexy. Já, treftu mikið. Bye. Egil vil láta flauta sig. Jæja, hann er búin að skella á. Þá erum við búin að gefa þetta flöskuborð. Þetta tók nú svessi aðeins styttri tíma en ég held. Já, það var allt vitlaust það. Já, ég held það. Já, það var bara flott, en það ætlaði svona að taka smá tími þetta að gefa flöskuborð. Þetta átti að vera svona en item í þættinum. En við erum hins vegar á, skal ég ykkur segja, í leiðinni í Tveir hafði leysa vandan hér á eftir, lagi á leiðinni heim og svo erum við, Gils búinn að semja lag fyrir Rikka G, þannig að kemur hérna og það verður gaman að heyra það. Talandi flöskuborð og að skemmta sér, þá er þetta lagi sem kemur mér í gang þó svo ég ætla að vera rólegur í kvöld. Ég ætla reyndar að kíkja á Death Like Joe. Já, fíla. Getur ekki líka að gefa kannski bara eitt bjór á dönsku á morgun eða eitthvað? Já, gefum eitt bjór á dönsku eftir. Höfuð ertu generous, hvað er eitthvað gangi? Herðu, gerum þetta gang. Know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. Gýrin á að heyra þetta lag, það er nokkuð ljóst. Ég er svona veikur til hamingju með það. Stórum veikur? Ég ætlaði að hoppa út í 2 mínútur. Þú varst ekki lengi að úti, sko. Þið gæti að tala um sig svo grjótharður og svo fyrir þetta rigning í 2 mínútur og þú ert veiku. Ég var svona 5 mínútur úti. Nei. Skítakvölda. Það kom bíl þarna strax. Hvernig leit hann út sem vann þetta? Myndalögur strákur? Já, dökkar og huggulegur. Ok. Hann er að fara að flaskast upp á austur, ömulegt. Já, skemmtilegt fyrir hann. Já. Hann verður maður þannig. Já, en ég er að spá því að því að þú ert búin að væla svo mikið yfir, þú ert búin að væla non-stop sem þú komst inn hvað þér er kallt. Það er ekki það vont við, sko. Ég var nýkomin inn, sko. Ég var ekki búin að væla non-stop í 2-3 mínútur slakaði á. En þetta var eye candy fyrir fólki sem var að keyra. Já, ég myndi þetta ekki dróðast glís. Það er bara þannig. Rólu. Fólk var að fara með hausinn undir gluggan og flauta og kalla á mig og þetta var stórhættulegt. Ég ekki verið mikið í þessu. Einmitt. Það sem ég ætlaði að gera til að hugga, veistu hvað það er? Hvað? Við ræddum hérna fyrir þættunum tímaðinn í Mercedes Club. Það var music career. Já, your music career. Þegar þú varst að túra landið með Hansa og þessu liði. Í rútunni. Ekolæninum. Og hérna ég fann lagið sem að þú syngur. Þetta er eina lagið sem þú syngur þegar ekki með hljómsveitinni. Nei, ég syng svona, ég er svona bakkabrödd á mörgustöðum. Nei. Hvað? Vistu bakkabrödd á jálfunni? Já, hætti að segja Já, ok. Wow, heyrðu þetta? Hvað er að gerast? Heyrðu þetta? Já. Wow. Það er farið. Þetta er ekki nóg gott, sko, því ég ætla að spila hérna eftir til. Ég ætla að spila fyrir þér lagið. Lagið mitt? Já, þetta er hérna kæru hlustendur. Það sem þeir eru að fara að heyra núna er lag með Mercedes Club sem að náði engum vinsældum hér á Íslandi. 6.000 views á YouTube. Já, ég er að tala um útvarpsstöðum landsins. Það er samt mjög 6.000 views. Og þegar þið heyri röddina hérna eftir See you dance in a special way. Það er sem sagt Egill Einarsson sem situr hérna beint á móti mér og ég ætla bara að leyfa ykkur að, ég ætla ekki að spila all lagið, þú getur gleymt því. Svo ræðu þetta. Fólk er að fara í partygir núna, sko, á 100%. Skulum heyra þetta eins, hérna heyrið hlustendur. Þetta er sem sagt lagið. Ekki tala inn í það. Hækka þetta. I
Þetta góð. Hætt að tala. I come to you and ask you to stay. You look like a movie star. The flashlights that love you. Þetta gera, þetta móngulegt. Hætt. Ég vil ekki gera þetta. Dance like a tiger. Já, söng hún inn á þetta lag. Þess. Ég er ekki að spila mikið meira þessu. Áhverju ekki? Það er allir komin í partíkýr núna sem að hlusta á það. Nú kemur Detective Gasman, hann þarf að vera líka hlusta á það. Ég get ekki meira þessu, því miður. Þetta var sem sagt... Þetta er lagið sem að Egill Einarsson söng með Mercedes Club. Að ég ætlaði bara að leyfa þeirra fólk þegar þú varst að syngja, ekki með Gasman. Sko, nú er fólk komið í partíkýr og þú ert alltaf að slökka allir partílun. Viltu setja eitthvað þunglindislega á, þannig að fólk getur bara að drepa sig? Ég var að spila hérna Paris með Jay-Z og Kanye West, þvílíkt partíla. En þetta er eina lagið sem þú varst svona lead vocals, eða ekki? Já, hann er í lead. Já. En í bass... eitthvað, ég allt niður um mig. Bass Cup. Bass Cup, já. Konceptið þar er sko í Bass Cup að þú veist, you don't handle the bass, get the fuck out of the party. Bass Cup. Og það bassalöggan kemur inn og fílar ekki bassan. Röllaður út. Og það ég var líka svolítið að syngja það sko. Já, ég skilja. En get the fuck out sem við vorum að spila núna fólk er ofta, get the fuck out á YouTube, við erum farin núna í 6.700 views í svona 100 átt og svona. Akkur þetta mæta auka 1000 á, það er 5 og 7. 5 og 7? Já. Og það er með 7 likes og 5 dislikes. Hvað fáið að dislike þetta? Þvílík veistla. En við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo ætlum við að spila fyrir ykkur lagið sem við erum búin að semja fyrir Rikka G sem þarf að fara að detta þetta í hús. Ekki missa því. FM 957 kynnir í samstarfi við Agent.is og Smirnoff. Ljósanæturballið í Stapanum Reykjanesbæ laugardaginn 1. september. Framkoma í fyrsta skipti undir sama þaki. Popkóngurinn Páll Óskar, Friðrik Dór og Úlfur. Þetta er stórviðburður sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara. Miðasala er í fullum gangi í Gallerí Keflavík og Kiss Kringlunni. FM 957, Agent.is og Smirnoff. Á skíðum skemmti ég mér la skíðasvæði Aspen, Colorado, þar sem fagmennirnir skíða. Við eigum nóg af grasi, Denver Botanic Gardens. Barbecue kjúklingur í miklu úrvali, barbecue kjúklingur er okkar fag, barbecue kjúklingur, Lowell Boulevard. Ég er Sæljón og Fjelló, hittu mig í Denver dýragarðinum, taktu börnin með. Sjáðu alvöru fótbolta, amerískan fótbolta, Denver Broncos. Nú væri gott að fá sér eitt kaldan Miller. Hann er góður, Miller. Bættu smá Denver í lífið þitt. Denver. Verð frá 44.900 Icelandair. Cosmetics vinsæla ferðunarmerkið opnar nýja og glæsilega verslun að Bæjarlind 14-16 Kópavogi föstudaginn 31. ágúst. Fyllt af flottum tilboðum í gangi. Láttu sjá þig. Glæný íslensk sjónvarpsþáttaröð hefur göngu sína á Skjá 1 á mánudagskvöldið. Ég voru að segja að ég fer ekki frá barninu mínu. Þetta er ekki barnið þannig. Þetta er gott. Fyrsti þátturinn af Óupplýst í opinni dagskrá á mánudagskvöldið 9:30 á Skjá 1. Kæru Íslendingar, munið að hafa gaman og lifa lífinu. Hamborgarafabrika. 10 gigabæt fyrir 500 krónur á mánuði á stærsta 3G neti landsins. Fyrir það gætirðu hort á 10 bíómyndir í símanum þínum. Það eina sem þú þarft að gera er að kaupa popp. Tal. Svona á samband að vera. Þú ert að hlusta á FM 957 blöð, 2 harðir búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. Styttist í dagskráliðin Lagið á leiðin heim.
Ég mjög ánægð með lagið sem ég er búinn að velja. Ég veit að Egill mun væli við því eins og öll öðru hér í þessum þætti. Það eitthvað viðbjóður það? Nei, það er stórkostlegt lag og... Nenni ekki að keyra á staur á leiðinni heim? Nei, hlusta, kannski fíla þetta lag. Ég vona það er ógeðslega gott lag. Og styttist, nei, sérðu hver að koma þetta inn hurðina? Ricky the G. Ricky G er mættur hérna í stúdíu. Ricky the G, man. Hvað aðeins, tiltur hans hérna, því að við þurfum að... Já, hvað hérna aðeins, tiltur. Við erum með sætlunur. Já, sætliti. Við erum með smá surprise hann þær, ég og Egill. Já. Við ákveðum í dag, því okkur finnst þú frábær útvarpsmaður, að henda í smá lag hann þær. Og já, við tókum það upp í dag í góðu stúdíu, langaði að heyra. Viltu að heyra það? Ég veit það ekki alveg. Já, hérna kemur lagið sem við Egill sömdum fyrir Rikka G. Það hætti lagið. Ertu ekki að fíla þetta? Já, hvernig var þetta? Ok, það er eitt gott við þetta. Þetta er skárra heldur en Get the Fuck Out með Messenger Foot. Hei, sérðu, hann er strax hestur að byrja að rakka þig niður. Já, búin niðurlega, búin að vera enn í mínúti. En eitt sem að Rikki verður, ég verð að gefa Rikka, hann var valinn hérna í okkar þætti FN95 blöð, versklæddi Íslendingurinn. Og... Ég var ekki að skrifa þetta ekki með þér, Rikki, ég var ekki hérna. Nei, það skrifast bara hann sjálfan og hvernig hann klæði sig. Og hérna... Má ég spyrja, hvernig kom ég í svona landsbankaból? Rikki, þú ert alltaf í eitthvað svona fötum sem að fæ gefins fyrir að mæta eitthvað. Herðu, talandi það, varst þú ekki einhverjum Big Lebowski ból hérna sem þú fær frá Sambíón, svona giveaway með bíónu? Ertu eitthvað klikkar, þið keypti Dogma? Þú ert að tala um Calmer than you are, dude, bólur minn. Bara einn uppáhaldsbólur minn. Já, ég fekk hann hérna frá Sambíón. Rikki, þetta bara sýnir þig og þinn fatasmekk að halda þetta hafi verið eitthvað bólur sem gerist. Uppáhaldsbólur minn og ég fekk hann í jólagjöf frá daginn sýstir, þannig nú skaldu fara að valda. Já, þú slaka þá. Herðu, ég ætla hérna að spila þetta lag á morgun. Við erum að fara að DJ í Keflavík hefur heiðar. Við tökum þetta lag klálega. Þetta er mjög gott. Ef þú vilt trilla liðin og setur þetta á. Rikki G er mætt. En segðu samt, svo ég klárinn, því að nú er ég að fara að rosa þér ekki. Og já, by the way, þá er einmitt Rikki að fara að taka við okkur hérna strákunum og verða með okkur til 9 í kvöld. Þú sér hvernig þú byrjar að klæða það núna, það er allt annað að sjá þig. Nú ert þið, sko, þú byrjar með detail. Rikki, í alveg, ok. K.O. á þig. Hvað stendur á bólnum hans, Egill? Sporthúsið. Já, og Asics. Áttu enginn svona, gast ekki bara verið venjulegur svörstu ból? Það er svona rauður í peysu yfir. Já, peysan er nefnilega flott. Ég ætla að vera rósanlegur í peysunum. Rólegur, ég hérna, þú ekki verið að bugga sporthúsið. Nei, sporthúsið er topp staður, en þú ert á föstudagskvöldi hérna í útvarpinu. Vertu bara í venjulegur svörstum ból og af því að peysan er flott. Já, ok. En úr hneppipeysunni, þá ferðu yfir hérna sporthúsmarkið. Það er svo að bakka hans. En ef ég hneppinni, þá springur hann utan á mér, því hún var alltaf lítil á þetta. Rikki G, það er eitt sem þú vilt ekki, það er að hneppipeysun, því að þá byrjar hann að skjóta tölum. Hefur þú settið með honum við matarborð? Ég seti hliðin á honum og þú ert bara í the danger zone. Já. Hey, you just entered the danger zone. Top gun, bitch! Jésús minn almátt. Já, tveir harður alltaf fara að kveðja hérna, takki vel á móti Rikka. Við Bjössi verðum mættir. Ekki vera vondur Rikka, þetta er toppmaður. Já, hann er frábær. Ricky G. Við verðum mættir hérna mánudaginn, ég og Bjössi. Ég hengi mig út að spila ykkur viðbjóðulegin heim. Nei, hættu þessu. Við Björn Bræði verðum mættir hérna mánudaginn klukkan 4, en já, eins og ég sagði, takki á móti Rikka. Það er eins og að komið á læginu á leiðinni heim og já, nú ætlum ég að hlaupa út í bíl í rigningunni og já, hlusta á þetta lag því að þetta er eitt af mínum uppáhalds. Hljómsveitin heitir Pearl Jam og ég svei mig þá að þetta er ekki þeirra besta lag, þetta er Black. Þetta er farin út. Þetta er farin út á stúdíónu. Þetta er, hann er eitthvað leiðandi bíl núna. Svissa þessu ógið út. Settu hérna, hvað er akkurat öfugt við þetta? Þetta er ekki með eitthvað skútir, Maria like it loud eða eitthvað. Tökum eitthvað svo leiðis. Hann er leiðandi bíl og við erum að setja á ára að kemur til bíl, sko. Það er bara akkurat hérna. Hann er komin af. Nei. Hvað er það að gera? Nei, bara hérna, fólk hringdi inn og það er föstudagur og fólk var að hengja sig okkar. Þetta er mánudagslag. Þetta er enginn en Egill, heldur sé svona heimskur, þetta er ekki fattað, þú varst ekki komin fram. Á hverju tókst það á lagið? Fólk að vera að kvarta. Hvað ætlar að setja á? Skúter, Maria, like it.